Þá komið að 6. lið að dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir verkefni mín frá 12. desember til 5. febrúar. Nú þann 13. desember þá var farið í heimsókn í Naustaskóla og 17. desember þá var stóri fundadagurinn í höfuborginni. Fyrst var það fundur með Bergþóru Þorkelsdóttur vegamálastjóra ásamt sviðsstjóra UMSA vegna samgöngumála á Akureyri og nágrenni. Þá var fundur í velferðarráðuneytinu ásamt forseta vegna byggingar hjúkrunarheimilis á Akureyri og að síðustu þá áttum ég og forseti fund með Birni Óla Haukssyni forstjóra Isavia vegna Akureyrarflugvallar. Þann 18. desember þá átti ég fund með Einari Gunnarssoni sendiherra Sólrúnu Svandal hjá utanríkisráðuneytinu þar sem við ræddum Akureyri sem miðstöð norðurslóðamála og formennsku Íslendinga í Norðurskautsráðinu. Þennan sama dag þá var undirritaður samningur milli Akureyrarbæjar og KFUM og að síðustu þá flutti ég ávarp í kveðjuhófi í listasafninu á Akureyri þar sem Nansen-prófessorinn Dr. Gunnhild Hógesen Gjörv flutti sitt kveðjuerindi. Þann 19. desember þá átti ég fund með Eyjólfi Guðmundssyni, rektor Háskólans á Akureyri, einnig með fund með stjórnarmönnum í félagi eldri borgara á Akureyri og síðan var heimsókn á leikskólann Iðavöll. Þann 20. desember þá var jólavöfluboð hjá hestamannafélaginu Létti þar sem þeir buðu upp á heitt súkkulaði, smákökur og að sjálfsögðu vöflur og það var óskaplega skemmtilegt. Og svo undirrituðum við samning milli Akureyrarbæjar og Minjasafnsins inn á Minjasafni og það var gaman að koma í jólastemninguna þangað. 27. desember þá undirritaði samning fyrir hönd Akureyrarbæjar og við björgunarsveitina Súlur. Eftir áramót þann 4. janúar þá byrjaði aftur á heimsóknum mínum í stofnanir bæjarins og þá var byrjaði á fræðslusvið Akureyrarbæjar. 8. janúar þá var heimsókn í Skógarlund, miðstöð hæfingar og virkni, sömuleiðis á listasafnið. Þann 9. janúar heimsótti ég Brekkuskóla. Svo var komið að vígslu Vaðlaheiðar gangna þeim gleðilega atburði þann 12. janúar þar sem ég flutti ávarp. Nú 14. janúar þá kom Timo Soini, utanríkisráðherra Finnlands og Guðlaugur Þórðarsson, utanríkisráðherra Íslands hingað til Akureyrar og áttu fundi í Háskólanum á Akureyri. Ég tók þátt þar í málstofu og var þar tilefnið formennska Íslendinga í Norðurskautsráðinu sem taka við af Finnum núna í maíbyrjun. Í kjölfar málstofunar þá var móttaka í boði Akureyrarbæjar í Norðurslóðasetrinu þar sem Arngrímur Jóhannsson, eigandi setursins, sýndi gestum safnkostinn. Nú 15. janúar þá átti ég fund með Þorsteini Gunnarssoni sérfræðingi hjá Rannís þar sem við ræddum vísindaviku norðurslóða sem fer fram á Akureyri að ári og gert ráð fyrir 1200 gestum hingað norður að ræða norðurskautsmál. Nú þennan sama dag þá flutti ég ávarp á ráðstefnu á vegum sjúkrahússins á Akureyri þar sem var rætt mönnun í heilbrigðisþjónustu í dreifðum byggðum og það var sérstaklega áhugavert að heyra til hvaða aðgerða stofnanirnar þurfa að grípa til þess að ná að manna stofnanirnar. 16. janúar þá undirritaði ég samning í fjármálaráðuneytinu vegna öryggisvistunar á Akureyri. 17. janúar þá fékk ég nú heimsókn frá kollega mínum í Reykjanesbæ, Kjartani Má Kjartansinni og þar sem hann var að kynna sér starfsemi Akureyrarbæjar, en eins og alþjóð veit þá hefur Reykjanesbær rétt skriðið fram úr Akureyri og nú 4. stærsta sveitarfélagið á landinu og óskum við þeim til hamingju með það, en betur má ef duga skal hjá okkur Akureyringum, en þeir eru nú rétt rúmlega 40 íbúum fleiri en við. Það verðum á taka það fram að vöxtur þeirra hefur verið ævintýralegur síðastliðin ár og á 8 ára tímabili þá hefur Reykjanesbær vaxið 34% sem sjálfsagt Íslandsmet. Þennan sama dag þá heimsótti ég Hlíðaskóla og endaði daginn á hluthafafundi Hlíðarhrepps. Nú 18. janúar þá átti ég fund norðurslóðamál með Emblu Eir Oddsdóttur framkvæmdar norðurslóðanetsins og sömuleiðis þar og eftir, það var ekkert nema norðurslóðamál þarna, þá kom Tom Barry hjá KAF og ræddi við mig norðurslóðamál og síðan var það ráðstefna í Háskólanum á Akureyri þar sem
sem var í tilefni af því að Rögnvaldur Hannesson, prófessor emeritus við Háskólann í Bergen, var sæmdur heiðursdoktorsnafnbót og var á rætt fiskveiðar og þjóðarhag á þessari ráðstefnu. Nú, þann 18. til 23. janúar þá tók ég þátt í Arctic Mayors fundi í Tromsø í Noregi og á ráðstefninu Arctic Frontiers í boði Norðmanna. Þar tók ég til máls í panel í málstofunni Arctic Seafood og Food Security og sömuleiðis í hliðarviðburði sem nefnist People in the Arctic, þar sem ég var bæði með framsögu og í panel. Ég nýtti ferðina til þess að heimsækja skrifstofu Norðurskautsráðsins með Magnúsi Jóhannessyni fyrrverandi framkvæmdastjóra og einnig heimsótti ég frumkvöðlan og nýsköpunarsetrið Norrinova sem í eigu meðal annars Háskólans í Tromsø og það var mjög áhugavert og ég held að við getum sótt mjög margt til Norðmanna og sérstaklega í Tromsø. Nú 25. janúar þá átti ég fund með Bjarnheiði Hallsdóttur formanni SAF og Jóhannesi Þór Skúlasyni framkvæmdastjóra. Í hádeginu þennan dag þá sótti ég fund SAF ferðaþjónustu hér á Norðurlandi sem var mjög áhugaverður. 30. janúar þá átti ég fund með Jóni Helga Björnssyni framkvæmdastjóra HSN og aðilum úr framkvæmdaráði stofnunarinnar. Og kvöldi þá var íbúðafundur í Hrísey á vegum verkefnisins Brothættabyggðir og það var sérstaklega skemmtilegt að heyra hvað gert hefur verið í kringum þetta verkefni og hvernig íbúarnir sjá það þróast áfram. Nú 31. janúar þá sat ég fund með velferðarnefnd Alþingis ásamt lögreglustjóranum Norðurlandi og forstöðumanni barnaverndar vegna þolendamiðstöðvar á Akureyri og seinna þennan sama dag þá var fundur á skrifstofum bæjarstjóra ásamt formanni bæjarráðs með fulltrúum frá Neytendasamtökunum. Nú ég heimsótti FabLab sem staðsett í Verkmenntaskólanum og skrifaði undir nýjan samning áframhaldandi stuðning við FabLab frá Akureyrarbæ og var síðan viðstödd fyrstu úthlutun úr listasjóðunum Verðandi sem sjóður sem var til á síðasta ári með samkomulagi Akureyrarbæjar, Menningafélagsins Hofs og Menningafélags Akureyrar. Og það var ofsalega gaman, það var einn af styrkhöfunum Tinna Björg Björgvinsdóttir sem flutti eitt af þeim lögum sem hún ætlar að vera með á tónleikum til heiðurs Britney Spears. Nú 1. febrúar þá átti ég og Andri Teitsson fund með Landsneti vegna framkvæmda í Eyjafirði og eftir hádegi þá fengum við heimsókn frá sveitarstjórnarfulltrúum og sveitarstjóra sveitarfélagsins Skagafjarðar og það áttu við mjög góðar viðræður sameiginleg málefni og næstu baráttumál sem við þurfum að takast á við saman. Nú síðastliðinn sunnudag þá fór hópur út í Grímsey til þess að eiga fund með íbúum vegna verkefnisins Brothættar byggðir og það má segja að það sé, seigt í fólkinu út í Grímsey þrátt fyrir mikla fólksfækkun síðastliðin ár. Það lætur engan bilbug á sér finna en þetta var mjög góður fundur sem við áttum þarna á sunnudagskvöldið þar sem ræddar voru áskoranir byggðarinnar og daginn eftir þá heimsótti ég og forseti skólann og handverkshúsið á staðnum og kynntum okkur starfsemina þar. En þetta var í alla staði mjög vel heppnuð ferð. Og svo í dag þá undirritaði samning milli Akureyrarbæjar og Skákfélags Akureyrar sem fagnar 100 ára afmælinu sínu og má geta þess að það verður afmælishátíð núna 9. til 10. febrúar en það er einungis hluti viðburða á afmælisárinu. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 24. og 31. janúar 2019, bæjarráð 24. og 31. janúar 2019, frístundaráð 23. janúar, fræðsluráð 21. janúar, skipulagsráð 30. janúar og stjórn Akureyrastofu 24. janúar. Hægt er að nálgast þessa fundagerðir á heimasíðu Akureyrarbæjar og þá segi ég fundi slitið klukkan 20:08. Takk fyrir góðan fund.